Amen. Amen. Þá ætlum við að fara yfir í hugleiðslubænina. Við ætlum að gefa okkur bara ágætis tíma þar. Og ég er búin að skrifa hérna niður listan yfir það sem að, upptalninguna yfir það sem að Jesús gerði. Og við ætlum að fara bara í bæn þar sem við ætlum að í rauninni bara byrja á því að biðja Guð um að leiða þetta. Síðan ætlum við að opna hjarta okkar og biðja Guð um að setja verk sem hann vann þegar hann dó á krossi inn í hjarta okkar. Og síðan ætlum við að taka ákvörðun um að trúa því og velja að trúa því að Jesús gerði allt þetta sem hann gerði þegar hann dó á krossi sem ég var búin að telja upp hérna. Eilífur sigur, eilíf sýkna, leysti öll vandamál, tók á sig alla sjúkdóma, hreinsa okkur allir synd. Við ætlum bara að fara í þessa upptalningu í þessari hugleiðslubæn. Og síðan í lokin ætlum við bara að eiga svona örstutta stund þar sem við ætlum að eiga bara mjög persónulega stund með Guði. Bara það sem við kúplum okkur út úr öllu öðru og fókusum bara á hann. Kannski vill hann sýna okkur eitthvað, kannski vill hann segja þér eitthvað, kannski vilt þú biðja hann um eitthvað, kannski viltu bara vera í nærveru hans og segja bara ég elska þig og fara takk fyrir allt sem þú átt að gefa mér. Og þegar við þökkum Jesú fyrir það sem hann gerði á krossi, að þá erum við líka að taka á móti í trú. Þá erum við að stækka þessa trú sem að varða þetta verk í hjarta okkar og það opnar fyrir kraft Guðs að koma inn í hjarta okkar og gera þetta stærra og öflugra þar. Amen. Þá megum við bara koma okkur þægilega fyrir. Þegar þú ert tilbúin máttu bara draga djúpt inn andann. Og bara leggjast í hvíld Guðs núna. Og leyfa þér að finna hvíldina og slökunina og afslöppunina. Fylla hjartað þitt. Fylla huga þinn. Og ég þakka þér fyrir Drottinn að þú leiðir þessa hugleiðslubæn. Í Jesú nafni þá bara lýsi ég því yfir að hvert orð sem kemur frá vörum mínum kemur beint frá þér, Drottinn. Og ég afhendi hvert og eitt okkar til þín, Jesús, inn í þitt ljós núna. Og ég þakka þér fyrir að ég get opnað hjarta mitt fyrir þér og hleypt þér, Jesús Kristur, inn í hjarta mitt. Inn í hvern einasta krók og kima í mínu hjarta. Og ég trúi því í hjarta mínu að þú, Jesús, ert Guð. Og ég þakka þér fyrir að þú hefur endurfætt anda minn núna. Í Jesú nafni. Og ég bara kem frammi fyrir þig, Drottinn, frammi fyrir þinn kross. Og ég opna hjarta mitt fyrir því verki sem þú vannst þegar þú dóst á krossi, Jesús. Og ég bara meðtek það inn í hjarta mitt. Og ég vil að trúa öllu því sem þú gerðir, Jesús. Þegar þú gafst lífið þitt á krossi fyrir mig. Og ég bið þig, Drottinn, að setja þessa trú inn í hjarta mitt.
að gefa mér þessa trúin í hjarta mitt núna. Og ég kný á. Ég bið. Ég leita. Og ég þrýsti á þig. Og ég bið meira af þér, Jesús. Ég vil þekkja þig betur, Jesús. Ég vil sjá þig betur og ég vil heyra það sem þú segir. Og ég þakka þér fyrir að þú dóst í minn stað. Í Jesú nafni þá þakka ég fyrir að þú vannst eilífan sigur. Og ég trúi því. Og ég trúi því í hjarta mínu að þú, Jesús, stóðst allar freistingar sem til eru. Og ég þakka þér fyrir, Jesús, að þú uppfylltir lögmálið. Og ég tek við þessu verki í trú. Og ég þakka þér fyrir og ég vel að trúa því af öllu mínu hjarta að þú, Jesús, tókst valdið af hinum vonda og gafst mér það. Að þú, Jesús, hefur alltaf og munt alltaf hafa allt vald, alla stjórn á himni, á jörðu og allstaðar. Og ég beygi mig undir þitt vald, Jesús, og ég gef þér stjórnina yfir mér og mínu lífi. Ég trúi því í hjarta mínu að þú, Jesús, sigraðir dauðann og þú reist upp á þriðja degi. Og ég þakka þér fyrir, Jesús, að fyrir mig þá upplifir þú alla vanlíðan og allar neikvæðar tilfinningar í botn. Svo ég þurfti ekki að lifa í vanlíðan. Og ég trúi því af öllu mínu hjarta að þú hefur sýknað mig fyrir öll afbrot, alla sekt. Sýknað mig af öllum afbrotum, af allri sekt, öllu ranglæti og ég tek við inn í hjarta mitt. Eilífar sýknu, þinni Jesús. Fyrir þitt blóð, Jesús, er ég sýknuð. Er ég saklaus. Er ég heil.
Og ég þakka þér fyrir, Drottinn, að þegar þú dóst á krossi, að þá fyrirgafstu mér og þú afmáðir alla synd. Amen. Og ég trúi því í hjarta mínu að þegar þú dóst á krossi, Jesús, þá afmáðir alla vantrú. Auktu mér trú, Jesús. Og ég þakka þér fyrir, Jesús, að þegar þú dóst á krossi þá gafstu mér eilífa lausn. Að þú tókst á þig alla sjúkdóma, öll veikindi og allt böl. Og þú barst það fyrir mig. Takk, Jesús, að með því verki sem þú vannst á krossinum, þá eyttir öllum ófriði og öllu ósætti og að þú hefur gefið mér eilífan frið. Og ég þakka þér fyrir, Jesús, að þegar þú vannst verk þitt á krossinum, þá tókstu á þig alla þjáningar, allan miska, allan skaða og alla eymd, svo ég þyrfti ekki að lifa það sjálf eða sjálfur. Og ég trúi því í hjarta mínu að því að þú dóst á krossi fyrir mig, þá greiddirðu alla mína skuldir. Og ég tek við þessu í trú og ég vil að setja þetta allt inn í hjarta mitt, Jesús. Og ég trúi takk. Takk, Jesús. Nú skulum við bara setja í svona 2 mínútur með Jesú.
Guð hefur eitthvað stórkostlegt í vændum fyrir þig. Eitthvað gott að fara að gerast, eitthvað fallegt og eitthvað heilbrigt. Og að við bara mætum Guði á hverjum einasta degi með þetta þakkláta hjarta. Takk Jesús. Takk Jesús, þá opnum við svo mikið fyrir að hann geti gefið okkur meira. Amen. Þá megum við bara finna hvað Guð hefur unnið magnaverk í hjartan okkar hérna í kvöld. Það megi bara koma hægt og rólega tilbaka og opna augun. Thank you.